Þetta hlýtur að væntanlega hafa verið ansi svekkjandi að sjá boltann fara þarna inn á 9070 eða hvað það var. Já, gríðarlega svekkjandi. Það er bara að vera að segja alveg svo það verður ekki mikið meira svekkjandi en þetta. Yfirburðirnir í sérstaklega þá fyrri hálfleik, þeir voru mjög miklir. Yfirburðirnir voru stjarnfræðilegir í fyrri hálfleik og eiginlega fannst mér fram á svona 70. mínútu. Þá breyta þeir bara leiknum sínum og gera það útrúlega vel. Þeir bara setja boltann á Fredrik, fara upp með alla og hamra hann upp. Flesti boltan endur okkur en þegar þeir náðu first contact okkur barningi og second ball var lendi kringum tegin okkar. Ef hann fór innkast, það var stilt upp, tekið langur tími, kastaði hann inn, búið til momentum, búið til þessu hotspinnur og bara fáránlega vel gert til þeim og hrósa þá fyrir það því að sóknarleikurinn var góður en hann var bestur að við vorum að pressa. Við vorum að vinna boltan ofalega og koma sér góða stöður og þeir náttúrulega bara tóku fyrir það þegar þeir breyttu öllu á sér og bara virkilega trós, útrúlega góð in-game ákvörðun af þeim en samanskapið mjög svekkjandi. Vonsvikinn með að ná ekki að nýta þessa yfirburði betur? Já, ég er það svona bara fáum 1-2 virkilega góð færi en fáum góða stöður en svona kannski ekki dauðafæri eftir dauðafæri heldur meiri bara total control á þessum leiknum sem er ekkert auðvelt á móti Valinn og Hlíðarenda en það er bara bara svona er þetta stundum, margar leiðir til að vinna fótboltaleiki og þeir gerðu vel í að finna leið sem skila þeim 3 stigum í kvöld. Má eitthvað skrifa þetta á þreytu eða eitthvað slíkt? Nei, bara innsving hot sem lendi inn í markinu, ég hafði ekki neitt með þreytu að gera leikurinn alltaf bara eitist inn í lokinn, það verður skrítinn leikur þegar þeir fara í löngu yngastinn og löngu boltana en fram að því fannst mér miklu ferskar en þeir og bara hlupum yfir þá, þannig að engin þreyta í okkar liði. Þið auðvitað reyndu að gera til að fresta þessum leik, koma óvart að fá neitin þar? Nei, ég gerði bara ráð fyrir þessum leik og hugsaði ekki um neitt annað. Við bara klárum leikinn út í Bosníu og fórum að undirbúa þennan leik og vorum aldrei með hausinn í neinu öðru. Nú seinni leikurinn móti Mostar næsta 50 hvernig er svona staðan á hópnum? Frábær, við vorum mjög ferskir í dag og þrjá daga núna til recovera það er bara stóran og breiðan hóp þannig að ég heldur bara á mjög góðan stað. Nú toppbaráttan Valsmenn núna með 5 stiga fórustu aðstóð toppnum, svona hvernig metur þessi toppar? Bara allt galopið ennþá og mikið eftir og bara það er ekkert annað í okkur en þetta gæti leikið einu og það er bara næsta Evrópa og svo kemur bara næsti deildarleikur. Það er mjög langt sem við töpum með deildin, við ekki tapað síðan í maí en gert ómörg jafntefli, stigasöfnin hefði getið verið betri en þannig að við þurfum að bæta því þetta og ef við getum átt svona framistöður oftar þá er ég bara mjög bjartsýnn á baráttunum. Þú hefur Anton Logi verið fjarri góðu gamni í 2 vikur, hver er svona staðan á honum? Það er bara, ég veit það ekki alveg, hann er bara ennþá ekki nógu góður og við þurfum eiginlega að fá hans nánari svör hvað við vonum að hann sé lengi frá og sama svo sem Andra Jómann. Það er 2 gríðarlega mikilvægir leikmenn fyrir okkur en þeir verða að fara eitthvað áfram sýnist mér. Takk hérlega, Tói. Takk.